Guðný Sverrisdóttir var langt árabil sveitarstjóri Grýtubakkarhrepps. Í dag starfar hún sem verkefnastjóri hjá ráðgjafafyrirtækinu Ráðurlík. Vertu velkomin, Guðný. Takk hérlega. Já, ef við svona hugum að því hvað þarf að vera til staðar hjá sveitarfélögum þannig að fyrirtækin geti nú vaxið og dafnað. Það auðvitað númer 1, 2 og 3 góð þjónusta. Enda þarf að vera góður leikskóli, góður grunnskóli og góð öldrunarþjónusta og svo auðvitað bara snyrtimennska í hávegum hefð. En með fjölbreytni atvinnulífs, hversu mikilvægt það fyrir sveitarfélögin að það sé ekki bara ein stoð sem að atvinnulífi byggir á? Það skiptir auðvitað ákaflega miklu máli að það sé sem fjölbreyttast atvinnulíf út allt land. Og við getum bara tekið til mér dæmi eins og Akureyri að nú það nú svo sem ekki lítill staður. En ég þekki mýmörg dæmi það að það kannski ráðinn einhver aðili frá Reykjavík eða Suðvesturhorninu í starf hér og þá vantar alveg vinnuna fyrir makann. Og þá getur maður spurt sjálfan sig að því hvernig þá með aðrar byggðir landsins. Það ég stundum talað að sveitarfélög þau eigi nú ekki vera að vasast í atvinnurekstri. Það þannig? Sko, margar sveitarstjórnir og bæjarstjórnir segja við eigum ekki að vera að vasast í atvinnulífinu. En svo koma kosningar og þá detta nú þeir sem eru í framboði í það að tala mikið öflugt atvinnulíf og vilja efla það. Þannig að þetta nú svolítið haltu mér sleppti mér og ég þekki þá mínu sveitarfélagi, ég var sveitarstjóri 27 ári í Grýtubakkarhreppi og alla þær sveitarstjórnir sem ég var með hugsuðu mikið atvinnulífið. Og það líka hefur held ég skilað sér hjá okkur. En sýnist jafnvel vera samkeppni milli sveitarfélaga þegar fyrirtæki sýna því jafnvel áhuga að koma? Já, óbeint. Ef að fréttist af einhverju fyrirtæki sem áhuga að koma út á land, þá setja nú ýmsir út önglana. Það verður nú að segjast eins og En sveitarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu þau eru með samvinnu á mörgum sviðum, til dæmis atvinnuþróunarfélagið sem svona tæki til þess að efla atvinnulífið. Já, það mikil samvinna milli sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu og ég segi nú stundum að það nú, að því ég bý nú á Grenivík, óskaplega gott að hafa Akureyri svona innan seilingar. En svo þarf Akureyri að hafa sitt uppland, þannig að þetta nú svona kaups. Ef að þú horfir aðeins til framtíðar fyrir hönd Eyjafjarðarsvæðisins, ertu bjartsýn? Já, ég bjartsýn. Það bara eins og ef við lítum til dæmis bara á fyrirtækin hérna á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu, þetta eru svo stöndug og öflug fyrirtæki. Og en svo megum við samt ekki bara vera ánægð með eins og staðan við þurfum alltaf að sækja fram. Og nú þurfum við að sækja fram og mér finnst svolítið að hafi verið status quo svona síðustu misserin. Hvernig stendur á því? Ég veit það ekki á hverju það svona, mér finnst vanta svona einhvern brot í þetta hjá okkur en það kemur kannski.